Dvelja aðeins í Jóhannesarguðspjalli, byrja þar. Og við þekkjum öll fyrstu orðin þar í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Og svo kemur aðeins neðar, og orðið var hold og bjó á meðal okkar. Og svo segir hérna, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn, þeim sem trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði, bornir, ekki af holdsvilja, né mannsvilja, heldur af Guði fæddir. Í dag langar mig að dvelja dálítið við endurfæðinguna og það er náttúrulega stórkostlegt kraftaverk sem gerist þegar við endurfæðumst, ekki satt. Það er það besta og frábærasta sem nokkuð tíma getur gerst í lífi einhvers manns. Og hérna, Biblían talar mikið um það að við þurfum að segja öðrum frá. Og ég var hérna á fyrirlestri, það var útlendingur, ég man nú ekki hvað hann heitir, hann sagði að svona grundvallaratriði hverja kirkju að hafa boðunar apparatið í gangi. Ef við náum ekki fólk, ef við kunnum ekki að ná til fólks, þá er eitthvað að. Og við erum öll þannig hönnu að þegar við erum búin að fá upplifa Krist, þá þráum við að segja öðrum frá því. Þetta er svo stórkostleg gjöf. Við bara getum ekki þagað. Ég hef sagt oft frá því, ég ætla bara rétt að rifja upp að ég var á leið í rútu, svona gulri skólarútu, á leið í skólan, ég var skiptinum í Bandaríkjunum þegar sett hjá mér ungur strákur og segja mér frá Guði og Jesú. Og út frá þessu samtali þá fór ég að leita Guðs og þegar ég bað til hans eftir svona 3 vikna baráttu, þá upplifði ég endurfæðingu. Ég get ekki útskýrt það nákvæmlega, en daginn eftir í skólanum, þegar ég gekk í skólan, þá var bara eitthvað sem var nýtt, eitthvað algjörlega nýtt. Mér leið vel áður, ég var ekki neitt í fíkn eða neinu vesinni, en það var eitthvað gerst. Það var búið að kveikja á einhverjum takkendra með mér og ég var meðvitaður það að ég var í góðu sambandi og það var eitthvað mikið sem hefði gerst innra með mér. Og hérna, ég vildi segja öðrum frá, mér langaði að segja öðrum frá, þetta var eitthvað svo stórbrotið og mikið fenglegt að ég gat ekki lýst því með orðum. Tímarnir liðu og ég man eftir því að þegar ég gekk einu sinni í gegnum erfiðan dal í mínu lífi þá uppgötaðist fyrir mér stórkostleg opinberun, ég get aldrei gleymt því, að þá gekk ég svona gegnum tímabil þar sem að ég upplifði mikla höfnun í lífinu. Vinir voru ekki lengur vinir og lífið tók annan farveg en það átti að taka. En þá upplifði ég allt í einu á mjög svo sterkan hátt og var mjög meðvitaður það. Allt í einu var ég elskaður að einum sem aldrei getur farið frá mér. Og þetta einhvern veginn grópaðist alveg rosalega mikið inn í hjarta mitt, alveg svakalega. Og ég fór svona að skoða líf mitt tilbaka og ég sá að það hefði byggst alveg svakalega mikið á mér. Og mér og því sem ég ætla að gera fyrir Guð minn. Það er alveg glæsilegt að vera í þeim farvegi. En við lendum stundum á vegg ef við höfum ekki hitt veganesti með okkur. Ef við skiljum ekki það að við erum elskuð og skiljum það að við erum hluta af fjölskyldu. Ég sá fyrir mér áður ég kom hérna Pétur postula. Hann er búinn að lenda í ýmsum erfiðleikum. Hann er byrjaður að fylgja Jesú. Nýji sáttmálurinn er ekki orðinn að veruleika. Boðorðin 10 ráða ríkjum og lögmálið er alveg fastbrentað inn í líf Péturs á þessum tíma. Hann kemur til Jesú hlaupandi og segir hann, heyrðu, meistari, hvað oft á ég að fyrirgefa bróður mínum? 7 sinnum. Og alveg búin að ákveða svarið, eftir 7 sinnum þá skal ég láta hann hefa hann tala eða eitthvað annað. Og Jesús segir við hann, Pétur ekki 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Alltaf vera tilbúin að fyrirgefa. Og ég fór að hugsa, þarna stendur Pétur fyrir framan meistarann. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð og hefur alltaf verið til. Jesús steig inn í veröld sem hann búinn til. Veröldin fjall og þarna fallinn maður, Pétur, hann skildi ekki hver stóð fyrir framan hann. Sá sem að einn dag myndi bera alla synd heimsins, sem myndi fyrirgefa öll brot. Og þú ert að tala af henn, hvað ofta ég að fyrirgefa? 7 sinnum, 3 sinnum, þetta mannlega skiljiði. Við hefum svo gott með að hoppa aftur inn í þetta mannlega. Og stundum jafnvel á mínum ferli þegar ég er búinn að eiga mjög góðan svona bænaferil. Við tökum við stundum á í orðinu og eitthvað svona, ég til dæmis hef tekið tarnin út í að lesa 10 kafla á dag eða 15 kafla á dag og eyða svo miklum tíma með Guði sem er frábært. En oft hef ég staðið með að verki, nú er Guð dálítið ánægður með mig, og eitthvað svona, bara þú veist, holdið kallar á þennan farveg oft í mínu lífi að ég gangi hann þannig að það sem ég geri,
þá er ég meira að vera elskaður af Guði eitthvað svoleiðis. En svo alltaf bankaði baki á mér og sagt, heyrðu, glæsilegt að við skulum biðja svona mikið og það gerir eitthvað stórkostlegt fyrir þig, en þú ert alltaf elskaður, sama hvað. Þú ert alltaf elskaður, sama hvað. Og Pétur kom seinna þessu. Ég meina, hugsaðu hvað Pétur átti erfitt með að halda handabakinu hreinu. Ég meina, búin að svíkja Jesú. Ég meina, hann nagaði sig í handabakið aftur og aftur og aftur. Hafnunum á ögur stundu. Að lifa við þetta, sjá hann krossfestan og svo upprisinn og lifa með þessa skömm. En þegar maður búin að upplifa lækninguna og sá sem fyrirgefur alla syndir, búin að upplifa þetta, þá fór hann út og fagnaðarindi fór út alla veröld, sjáðu til. Ég á 4 börn, yndisleg börn. Og það sem ég er þakklátustu fyrir með börnin mín, er þau vita það að þau eru elskuð af Guði. Númer 1 og 3. Það veist mér verið það besta. Sumir segja, það sem ég er þakklátur fyrir börnin mín er að, þú veist, hann fór í háskólanám, hann gerði þetta og það er allt fínt sko. Eða þú veist, hann er búin að svo miklu árangri í lífinu. Ég er þakklátustu fyrir það að þau eru öll búin að gera sig grein fyrir því að þau eru elskuð og verða alltaf elskuð. Og þegar þetta svona innprentast inn í líf okkar, að þá gerast hlutur í kringum okkur. Ég var einu sinni staddur í ísbúð og einhverjum vegna þegar ég gekk inn í búðina þá upplifði ég að ég var svona bara svo önnu tegund af manni, ekki betri en einhver annar eða verri en einhver annar, ég bara upplifði, himinninn er innra með mér. Bara, þú veist, vá, passið ykkur, þú veist ekki að því að ég er eitthvað og ég manni stóð í röðinni og hafa ungu maður við hliðina á mér og ég segi, þekkjurðu Jesú? Og hann alveg rökk við og myndaði samtal sem síðan var eitthvað stórfestlegt úr. Það var einhver strákur sem kom í rútu, talaði við mig og til var maður sem endurfæddist fyrir náð og hjálpræði Guðs, ekki satt. Þannig að það skiptir máli að vera vakandi, en að vera með þessa vitund innra með sér, láta hann að vakna, þegar hún vaknar að við erum elskuð, sama hvað. Það geta að dvala í þessum frið og í þessu öryggi að ég þarf ekki endalaust eitthvað til þess að ég sé elskaður eða Guði þóknanlegur. Ég get staldrað við og Guð segir ég elska þig. Og að flæða í lífinu út frá þessum tímapunkti og út frá þessari stöðu í lífinu er leyndardómur. Það eru svo margir kristni því miður sem eru allt sitt líf eða langan hluta lífin að streða. Og einn dag komum við að endapunktinum og þá getum við litið tilbaka. Og Jesús segir, ég er uppreisn á lífi, sá sem trúar með mig lifa þótt hann deyi. Við förum ekki með neitt hinum megin sko. Allt sem að ég fer með er hjálpræði sem hann gaf mér. Verk minn skipti máli í þessu lífi, auðvitað gera þau það, en þetta er gjöfin sem hann gaf mér. Og þegar ég er meðvitaður það, alveg eins og barnið mitt er fætt inn í mína fjölskyldu og ég gleymi því aldrei þegar fyrsta barnið fættist. Þú veist, líf að mínu lífi, bara hélt á því, þarna strax eftir hún fættist. Eitthvað sem að ég gat búið til og skapa og kona mín. Jesús er búin að búa til, þú veist, einstaklingum alla veröld í dag og hann þráir að fæða sem flesta. Og okkar hlutverk í þessum heimi er að smita þeirra, sjá að þeirra fæðast. Og mér langar að biðja strákinn minn Stefán að koma hérna þessu upp og bara smá spjall. Sippa bað mig að tala bara fyrir nokkrum dögum síðan og ég segi ég ætla að undirbúa eitthvað. Svo allt í einu bara kom til huga minn, talaði bara hjálpræði. Og svo kom í huga minn, fáðu einhvern krakkan hengað upp og hér er einhver komin, Steppi, sko, bara segja það. Að allir mínir krakkar hafa mismunandi skoðar og mismunandi hlutum. Við erum oft mjög ósammála við Steppi. Ég er til dæmis mikið stærri en hann og klæðum öðruvísi og ég veit ekki hvað. Hann vildi sitja á stól hérna og ég sagði, nei, ekki að standa. En ég er þakklátur fyrir það að Guð, að þau eru meðvituð það að Guð elskar. Hæ, ég heiti Stefán og mér hefur ekki verið hleypt upp á svið í mörg ár að tala. Þannig búið ykkur undir eitthvað æðislegt. Nei, ég segi svona. En já, pabbi bað mig að segja stuttan vitnisburð. Og mér langaði að byrja með bæn. Og frá Esekiel 8:3. Drottinn, ég biði bara að rífa okkur upp á hárlokkanum, upp í andlegu hæðirnar, þannig við fáum þessar opinberanir sem þú hefur fyrir okkur. Í Jesú nafni. Síðan eitt sem það hefur alltaf verið svona velgengni hjá okkur í Guðs ríkinu af því að Guð lofar henni. Og maður þarf bara að vita af henni og maður þarf að vita hver maður er í Kristi. Þetta er ekki flókið
Og ég bað Guð að gefa mér eitthvað og hann sagði mér að tala fyrst kraftaverk. Og Exodus eða önnur Mósebók 3:3, þið þurfum nú ekki að flétta þetta, þegar Móses er runnan. Og hvað gerist? Þetta kraftaverk og hann fer nær. Og kraftaverkin dregur fólk nær. Og við sáum að þetta gerast í bænahóp hjá mér og Söru, systur minni, að vorum 5 á fyrstu bænastundinni og það var stelpa með brotna tá og við báðum fyrir henni og í lok stundarinnar uppgötvaði hún að táin var heil og svo eftir 3 mánuði voru 280 manns búin að frelsast. Og Guð er góður og hann klikkar ekki á loforunum sínum. Og hann vellunar okkur alltaf og ég á mjög auðvelt með að segja fólki frá Jesú, sérstaklega þeim sem trúa ekki. Og ég vinn fólk mjög oft til frelsis, bið með þeim. Og það er eitt sem ég hef alltaf að leiðarljósi fyrir fólk að ég spyr fólk alltaf hver er Guð. Og út af fólk er oft með svo skrýtnar hugmyndir hver Guð er. Og hefur bæði komið úr slæmum kannski í söfnuðum eða á bara slæma reynslu. Einhver kristinn hefur farið illa með hann eða eitthvað svona og þá dæmaðu Guð út frá því. Guð verðlaunar okkur fyrir að trúa sig og hann verðlaunar okkur stöðugt. Og þetta er það sem fær okkur til að segja frá þegar við uppgötvum að Guð er alltaf að verðlauna okkur. Og því meira sem hann verðlaunar okkur, því meira tölum við. Og mig langaði að spyrja pappa spurningu sem ég held að hann geti ekki svarað. Hver voru verðlaun Lots sem var frændi Abrahams? Hver voru verðlaun hans? Fyrir að vera réttlátur. Verðlaun Lots, getur Salur að hjálpa mér? Fæ ég að hringja eitt símtal? Verðlaun Lots voru bara að hann dó réttlátur. Óréttlátur. Það er ekki verðlaun, það er eitthvað sem hann átti. Verðlaunin voru það er nefnilega svolítið merkilegt. Þegar rétt áður en rétt eftir að borgin eyðilagðist Sódóma, þá tókust dæturnar hans í helli og sváfu hjá honum. Og þar komu börn. Og úr var Móab, ættbálkurinn, eða þjóðin sem var stöðugt á móti Ísrael. Og Guð notaði Móab segi til að þagga og kenna Ísraelsmönnum hvernig á að treysta. Og þar fáum við upp aftur, Guð sendir aldrei neitt inn í líf ykkar sem þið getið ekki höndlað. Þess vegna segir hann, þegar þið lendið í vandræðum og erfiðleikum, þá gleðjumst við. Því að gleðin kemur alltaf, það er loforðið. Og eins og með hann vinn minn sem grætur upp á sviði, að þegar þú grætur, svo kemur gleðin aftur. Og það er sagt að þeir sem gleðjast hvað mest, syrgja hvað mest líka. Þetta. Já, þannig að ég vildi hvetja ykkur til að sjá Guð sem góðan Guð. Og það er alltaf, skiptir ekki máli hvort ég með djöfladýrkanda hjá mér eða eitthvað. Það vil allir heyra hvað Guð er góður. Og það er ekki nema við tökum þessa trúrækni með okkur inn í samtölin. Hættum að hlusta á einstaklinginn, hættum að fara niður á planið hans sem einstaklingurinn verður pirraður út í okkur, hættir að vilja hlusta á okkur. En við höfum alltaf að hlusta. Það tók mig 7 ár að segja einu vinnu mínum frá Jesú. 7 ár. Þá loksins opnaði hann sig. Það opnast allir, það vilja allir heyra, en við erum með mismunandi stól. Og Guð líka herðir okkur upp. Við sjáum það í Mósebókunum með Faró. Fyrst er að Faró sem herði sjálfur hjarta sitt, svo tekur Guðið og herðir hjarta hans. Af hverju? Og margt. Ég fór að undirbúa mig í gærkvöldi og ég verð stundum svolítið djúpur, þannig að ég hætti við að undirbúa mig og skrifaði bara niður þetta. Ég vildi sérstaklega minna á að Guð verðlaunar ykkur, bara fyrir það að trúa á sig. Og að segja það upphátt og þú sagðir, þegar þú talaðir þá fékk ég þetta, þú ert það sem þú segir, þú ert ekki það sem þú borðar, þú ert það sem þú segir. Og með grátur, orsökin af grátri, það er hungur. Þegar lítil börn eru hungruð þá grenja þau.
þú veist, við viljum meira, það svona grátum við. Já. En hvað var þetta með Já. bænina sem þú baðst í upphafi? Ég meina hárlokk. Ég ekki alveg að skilja það. Esekíel, sagðir það? Já. Þetta var svona versi sem ég slysaðist á áðan. Ok. Mér finnst þetta fín bæn út að þetta merkir það að þegar Guð tekur þau upp á hárinu, þú veist Samson var með hárlokka sem mátti ekki fara af og þarna talar hann að taka hann upp í hæðirnar, upp til andlegu Jerúsalem og þú ert komin þangað, þá ertu komin skilaboð til að predika, þú ert komin niður. Eins og með stigann sem hann sá hann Jakob, það var upp og í dag förum við líka upp til að fá þessu opinberun og svo förum við niður og predikum hana. Margt svona sniðugt í Biblíunni. Ég er ekki oft í kirkju en ég er með orð til kirkjunar út að ég er kirkja. Kirkjan á að hreyfa við þjóðinni. Ef kirkjan er ekki að hreyfa við þjóðinni og getum við ekki búist við samfélagi sem er með rétt siðferði til dæmis. Þannig kirkjan þarf fyrst að hreyfa við þjóðinni og það er kannski spátofurinn til kirkjunar, ekki persónulega til ykkar heldur til íslensku kirkjunar. Við þurfum að læra að tala vel hvort annað og biðja fyrir hvort öðru og hætta að bjóða fólk í kirkjuna og byrja að bjóða okkur sjálfum til þeirra. Þar gerast hlutirnir. Og ég hveti ykkur til að biðja fyrir fólki, tala við fólk fyrir utan kirkjuna út að það er miklu auðveldara einhverju hluta vegna. Sjá kraftaverk, sjá hluti gerast og það ofta mótstaðan svo mikil þegar maður kemur inn í hús með krossa, ekki það þessi slæmi staður, en það er erfitt fyrir þá sem þekki ekki Guð og koma inn og oft koma þér þá í vörn. Þannig ekki vera föst við að hugsa að ná til fólks hér inni, heldur þetta er vinnustaðurinn sérstaklega og fólk spyr ykkur Guð. Það er bara þannig. Tilbúin með svör. Já, ég er bara að hugsa að Guðsríkið er svo ótrúlegt og það er svo raunverulegt, en það byggir á trú. Og þetta hjálpræði byggir á trú. Þegar ég trúði, þá gerðist hlutirnir innra með mér og ég endurfæddist og ég er ný sköpun í Kristi og það er svo gott að geta hvílt í þessum veruleika, ég er barn Guðs og ég þarf aldrei að efast það að hann elski mig. Bara, ég er barn hans og ég þarf ekki að efast það og þetta er ganga minn í dag, ég er elskar að Guði. Ég geng í gegnum mismunandi hluti en ég er alltaf elskaður. Og þessi veruleiki þarf að búa í okkur öllum og á þessum grunni þurfum við að standa. Og þetta er svo boðorð Nýja testamentisins er, hann elskar mig. Hann elskar mig. Og það er eitthvað sem ég get gert, út frá þessari elsku, þá byrja ég að elska aðra. Og blessa aðra í kringum mig. Það er út frá þeim krafti sem að ég get farið að vitna og blessa og uppörfa og lækna og gera hluti að því að ég er elskaður af honum. Gjöfin kom til mín í gegnum hann og hans heilaga anda og hún flæði frá mér til annara. Og ég bara hugsa það þegar Pétur, Jakob og Jóhannes, Jesús tekur á með sér upp á hátt fjall. Og þegar þeir eru komnir þangað, þá ummyndast Jesú. Og ég sagði, hvað allir lærisveinarnir hafið hugsað? Klæði hans voru skínandi og ásjóna hans var eins og sólin í fullum skrúða. Og þeir ljóta bara, hvað er í gangi? Og svo allt í einu birtast 2 menn við hliðina á Jesú. Annars vegar fulltrúi lögmálsins sem var Móse og hins vegar fulltrúi spámannana sem var Elí. Og þeir byrja eitthvað að tala saman og enn eitt svona, ég vil ekki segja klappaskotið, en Pétur grípur hérna inn í á mjög mikilvægu augnabliki og segir, Herra, gott er okkur hér að vera. Ég skal búa til 3 tjaldbúðir. Hann var ekkert með hina lærisveinana með sér beint. Ég ætla að búa til 3 tjaldbúðir. Eina fyrir þig, eina fyrir Elí og eina fyrir Móse. Og þá allt í einu bara kemur svaka ský og rödd af himni. Bara svaka rödd. Þess er minn elskaði sonur, hlýðið á hann. Og nú er komið nýr tími. Nú er ekki tími lögmáls, nú er tími náðarinnar. Pétur vitnar þetta seinna, þar sem hann segir að hann hafi verið í öðru Péturbréfi 1. kafla, þar sem hann heyrði röstina.
heyrði röstina af himnum og reynsluna sem hann upplifði í kjölfarið. En hann sagði, því áreiðanlegra heyr spámanlega orð. Allt sem sagt í ritningun 100%. Frá Gamla testamentinu til lok Nýja testamentinu. Þetta skrifað og skráð af himnunum og þar liggur okkur grunnur. Þess skiptir svo miklu máli að vera þar. En bara rétt til útskýringar, Pétur þýðir steinn. Jakob þýðir breytist eða verður ummyndast og Jóhannes þýðir kærleikur. Þannig að lögmálið umbreytist í kærleika. Þetta voru þeir 3 sem voru með hann upp á fjallinu. Nýr boðskapur út til heimsins í dag, þetta fagnaða boðskapur. En við aftur og ég hef staðið mér svo ofta því, ég vil manngera boðskapinn. Geri þetta. Auðvitað afleiðing af því sem við gerum. En boðskapurinn sem við erum að færa fólki, hann byggður á náðaverki himinsins. Það kærleikur Guðs til mín. Ég elska mín börn. Þau elska mig. En það mér svo mikilvægt að vita að þau eru búin að uppgöta það að þau eru elskuð af Guði. Það grunnurinn, það grundvöllurinn. Ég get klikkað og hef klikkað gagnvart þeim og hann geti svo sagt margar sögur af því þegar ég búin að fíla rassinn úr buxunum. En þú vissir ekki svarið. Rut var Já, þegar þú sagðir þetta, þá vissi ég það sko. Rut komin af Móabítum sem var síðan ættleikur Jesú inn í verk hjálparæðisins sem alveg stórkostlegt. Eitthvað sem þú vilt segja lokum Stebbi eða? Nei, bara Guð góður og hann alltaf góður. Sama hvað við höldum og upplifum og finnum að hann alltaf góður og hann stendur alltaf við sitt. Amen. Og jú, kannski eitt sem ég fékk áðan að það var að við erum öll kölluð til að sá fræjum. Og þessi fræ sem við sáum, þau kom ekki tilbaka fyrir þau hafa klárað þetta hlutverk sem þeim ætlað. Þannig haldið áfram að tala út í þjóðfélagið og komið sem fræjum fyrir í hjörtunum hjá fólkinu í kringum okkur. Kannski bara ljúka þá með einu, bara smá uppörun til ykkar að það einhver stórkostleg köllun yfir lífi hvers og eins. Við vitum það. Ekki bara það að Guð kallar okkur inn í sitt ríki og endurfæðir okkur og gerur okkur sínum börnum, heldur byrjar hann að móta okkur og eiga við okkur og blessa okkur og gera okkur að þannig verkfæri að við getum náð sem mest árangur í lífinu. Hann vill að við náum árangur í lífinu. Þú vilt að barnið þitt ná árangur í lífinu, ekki satt? Hann vill að barnið þitt ná árangur í lífinu. Þannig að núna akkurat á þessum tímapunkti, sama hvað gamall þú ert eða ungur þú ert eða á hvaða stað þú ert í lífinu, þá ertu frammi fyrir lífi tækifærana núna. Þú ert frammi fyrir möguleikum. Þú ert frammi fyrir aðstæðum sem gæti verið áskorun eða hvaða nú en þú ert frammi fyrir lífinu þannig að þú ert með sigurvegarann á bakvið þig. Og við sungum hér í laginu áðan sem var svo fallegt að hann búinn að sigra. Hann búinn að við erum með þetta í höndunum og það skiptir svo miklu máli eins og við erum búin að heyra að játa þetta út. Ég fæddur til að sigra. Hann siguraflið sem sigrað hefur heiminn og hann hefur gefið okkur vopnin og vopnið trúin og vopnið orðið. Þegar við játum þetta orð og göngum út á það, þá fara hlutir að gerast. Og við breytum okkar umhverfi. Við getum það. Við getum breytt okkar umhverfi með því að tala inn í aðstæðurnar og stundum það erfitt að við sjáum allt aðra hluti en það sem við erum að tala. En samt byrjum við að tala og þegar við byrjum að tala og fylgjum því eftir með trúnni og stígum út og játum og oft hefur verið þannig í mínu lífi að ég prófa mig þegar kemur að einhverjum til dæmis framkvæmdum eða einhverju áskorun í mínu lífi, þá segi ég við mína nánustu, þetta ætla ég að gera næst. Þá ég búinn að tala það út og ég ætla að vera maður með orða. Og svo segi ég einhverjum fleiru það og þú ég komin í það aðstæður, ég verð að gera þetta bara, ég verð að trúa því að þetta gerist. Þannig að ég tala þetta út og þannig getur þú talað út og sagt þínum vini frá því, sjáðu til, ég stend frammi fyrir þessu og nú ætla ég að tala út sigur, ég ætla að ganga þessa leið og ég trúi því að Guð ætla að blessa mig. Og svo byrjar að tala út og þegar þú játar þetta við einhvern vin þinn og svo játar þetta fyrir einhverjum öðrum, tala fyrir makaðinum og þá fara hlutir að gerast. Þá ertu búin að koma þér í aðstæðunar og verður að trúa. Ég verð bara að trúa. Stíg út á orð Guðs. Og fyrir þessa kirkju ætla Guð stóra hluti, eins og alla sína kirkju og sinn líkama. Og það verður að vera hugsjón og trú og mér finnst þetta svo gott, eins og ég byrjaði þá hlustaði ég á þennan mann sem sagði að trúboðsdeildin verður að vera í lagi.
Hann var að reisa upp háskóla í Bandaríkjunum og þegar kom að því að vinna nemendur, það var sú deild algjörlega í lágmarki eða í lamassessi. Og kirkjan verður að snúast þetta. Það alveg saman hvort það löggjörð eða barnastarf eða predikun eða tónlist eða hvað nú ef að fókusun ekki að ná í nýtt fólk. Ef að fókusun að vera með flotta tónlist, gott barnastarf, við erum ekki með fókusuna sem fólk frelsast. Þá erum við búin að missa okkur út í kantinn og þá getur vegferðin orðið dálítið erfið. Fókusum verður alltaf að vera þannig, við ætlum að sjá fólk eignast nýtt líf. Foreldrar án barna, þau þrá eignast barn, get ekki átt barn. Það ekki gott ástand. Kirkja sem þráir að stækka og verða guði dýrðar, fjölga sér ekki, það eitthvað að. Foreldrar leita til læknis og biðja til Guðs og kraftaverk að gerast. Ef ekkert svoleiðis að gerast í okkar kirkju, þá þurfum við að fara hérna og spyrja Guð. Við þurfum að sjá fólk frelsast. Við þurfum að sjá sætin hérna, mikið fleiri sitt í þeim heldur en í dag. Og við þurfum að sjá fleira og fleira fólk. Og þegar við byrjum að sjá þetta fyrir okkur og við byrjum að játa það út, byrjum að tala eins og Stefán að segja, nota tækifærin því að fólk miklu opnari fyrir því að heyra heldur en við höldum. Þú veist bara, maðurinn í ísbúðinni, hann alveg, já. Þú veist, hann fór að tala, ég var í strætó og ég fór að tala. Þetta byrja með því að þú smitar út frá þér. Þú kemur í heita pottin í sundlauginni og þarft ekki að segja, heyrðu, ég er hérna frelsaður og eitthvað. Þú ert næmur og næm og þú biður í hljóði fyrir fólkin í pottinum. Þú ert meðvituð það eða meðvituður að þú ert önnur tegund. Hugsanlega eru þarna einhverjir aðrir sem eru sömu tegundar, þá ég að tala endurfæddir í Kristi Jesú. Og það ekkert stolt þegar ég segi þetta á bakvið þetta, það ekki sagt í fullri auðmýkt, en leðum að byrja að biðja, þá eins og Stefán sagði, þá fyrir sákornið í gang. Svo kannski opnast tækifæri, það einn á móti einum eftir og þú segir, hei, má ég segja frá Guði? Það eitt líka, maður á aldrei að fara og reyna að segja fólki frá Jesú. Maður á alltaf að biðja Guð að senda það er miklu auðveldara. Þú veist, biðja Guð að láta ykkur lenda á einhverjum. Þú veist, að því að það ekkert gaman að fá, þú veist, höfnun þegar maður er að reyna að segja einhverjum frá Jesú eða eitthvað svona. Þannig að hann getur alveg leitt ykkur á réttu manneskuna, eða leitt réttu manneskuna til ykkar. Þetta er mjög góður punktur. Mjög góður punktur. Við skulum biðja saman. Drottinn Guð, við þökkum þér fyrir að ná þínu mitt á meðal. Við þökkum þér fyrir að við erum elskuð af þér. Við þökkum þér fyrir að við getum hvílt í þessum veruleika, Drottinn minn. Takk fyrir að þú endurfætt okkur til lifandi vonar, Drottinn minn. Fram yfir dauða og gröf, Drottinn minn, við erum þín börn. Við þökkum þér fyrir það, Drottinn Jesús. Við biðjum að þessi kirkja megi lýsa, hér megi frelsast, tugir, hundruður og þúsundir, Drottinn, fyrir starf þessara kirkju í Jesú nafni, Drottinn minn. Og ég bið bara fyrir hverjum einum sem mættur hér núna í dag eða sem að hlusta, Drottinn Guð, mættu komandi í hans kringumstæðum, Drottinn minn, geð honum augu sem að sjá miklu meira og stærra heldur en hefur nokkuð tíma séð áður. Láttu hann sjá tækifærin, Drottinn, möguleikana. Láttu draumana rætast, Drottinn minn. Takk fyrir að þú beinir sjónum okkar til þín sem höfundur og fullkomnari trúar okkar. Við heiðrum nafnið þitt, Jesús, sannarlega þú konungur konungana, skapari himins og jarðar sem komst inn í þessa takmörkuðu, stundlegu veröld okkar, Drottinn minn, og gerður okkur eilíf í syni þínum Kristi Jesú. Blessa sé þitt nafn, Drottinn Guð. Blessa sé þitt nafn, Drottinn minn og Guð. Bless okkur öll í Jesú nafni. Það einhver einstaklingur inni sem er búin að vera að glíma við einhvern magaverk og ég get beðið fyrir honum hérna eftir eða viðkomandi hérna. Við erum ljúkum samkominu en takk fyrir okkur. Amen. Þetta var yndislegt. Orð sem að brýni mann til þess að bæði að tala og segja frá. Amen. Ég nú frekar frjáls með það að segja fólki frá. Ég vil líka tekið eftir á Íslandi þá eru mjög margir sem að meira þess að þeir sem að trúa, þeir sækja ekki endilega samkomur. Mér finnst það freka miður. Ég vil nú segja það alveg eins og það er. En kannski er Guð líka að gera eitthvað varðandi það, kirkja án veggja. Það eru mjög margir sem fylgjast með. En það breytir ekki því, vinir, að það er kraftur í því að koma saman. Einingin er svo ofboðslega sterk. Þegar við komum saman og lyftum nafni Jesú, það er eitthvað alveg sérstakt við það. En fyrst og síðast, eins og Stebbi kom inn á, það er bara að segja frá Jesú.
Það þarf ekkert að vera eitthvað sérstakt svona set up fyrir það. Það þurfa allir á Jesú að halda. Og oft kemur fólk til minn og alveg bara, já, þetta rosa gott fyrir hann, Stebbi eða Jón sem hafa gengið í gegnum rosalega mikla hörmungar og upplifað, drukkið allt frá sér eða eitthvað svoleiðis. En vinir, ég hef engar slíka sögu. Og ég get sagt ykkur það að Jesú þunga miðja míns lífs. Og ég þarf á honum ekkert minna að halda heldur en næsti maður við hliðina á mér. Og það eru margir sem að stimpla svolítið svona, Jesús góður fyrir þennan eða hinn en Jesús góður fyrir alla. Jesús frelsari allra. Þannig að segjum fólki frá. Við erum frjáls með það og segjum fólki frá fagnaðar erindinu. Amen. Rísum á fætur og biðjum saman og ljúkum stundinni. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir náð þína miskun og trúfesti. Ég þakka þér fyrir Drottinn minn að þú ert hér í dag. Og ég þakka þér fyrir Drottinn minn að þín lofur standa. Drottinn, allt sem að þú hefur sagt, Drottinn, það er. Það var ekki og það verður ekki, það Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert Guð dagsins í dag, Drottinn minn, og við getum stigið, Drottinn, inn í það sem að þú vilt gera í gegnum líf okkar í dag. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að við þurfum ekki að streða, Drottinn. Þetta snýst það að tengja okkur andanum og lifa í andanum Jesús. Og Drottinn, ég bið að þú kom með eld í beinin okkar, Jesús. Þannig að þegar við tölum, Drottinn minn, þá verður það eins og eldglærur sem að kveikir í því sem í kringum okkur. Og Drottinn, viltu gera okkur að eldlegri kirkju, Drottinn minn, sem að getur ekki verið kjörriða, getur ekki verið öðru í sig heldur en að segja fólki frá þessu dýrmæta, Drottinn, sem fólkið í þér. Og Drottinn, ég bið að gefa okkur kærleika til þín og líka kærleika til náungans. Drottinn minn, að við mættum eiga kærleika og treysta þeim fyrirheitum, Drottinn, sem að þú hefur sagt, Drottinn minn, Jesús, og stíga fram nú sem aldrei fyrr, Jesús. Og ég bið fyrir kirkju þinni, Jesús. Ég blessa kirkjuna, Drottinn. Ég blessa ríki þitt á Íslandi, Drottinn minn, og ég bið að það mætti eflast og styrkjast. Og við biðjum í Jesú nafn og allir liðurinn sagði. Amen. Ef þið viljið fyrirbæn þá er það opið, annars Drottinn blessa ykkur og varvita ykkur og gefa ykkur yndislega viku. Við verðum hérna aftur að viku liðinni.